Komið sæl. Ég ætla að teikna hérna klósperru í misalla valmaþaki og málin eru hérna 35 að beinni sperru og svo er breiddin hérna 50 cm. Vonandi áttið ykkur á því svona hvaðan við sækjum hvaða stærðir og hvernig teikningin virkar í þessu. Við þurfum til að byrja með til dæmis að teikna hér upp beinu sperruna, þessa hér, sett rauðan lit á hana kannski, eða gulan, svona stöðvari. Og hún er sem sagt 500 á hæð, 45 gráða halli á henni og er 7 cm á þykkt. Þannig að ég set hana hérna inn á. Og mig vantar að vita staðsetninguna hérna á syllunni. Og á teikningunni er þessi hérna einn þriðji sem að ákveður hvar hún er, eins og við vorum búin að teikna áður. Þannig að ég þarf að kalla það fram hérna. Ég ætla að gera það bara með offset. Og ég er búin að reikna það bara út í reiknivél að þetta er 23,33, nei, það er víst 2,33. Já, og þá er ég komið með hérna 1,3. Hæðin er hérna 55. Og það sker 1,3 hér, þannig að hér er komin staðsetningin. Við getum svo sem sett inn fylluna bara eins og hún leggur sig, 5,1. Þannig er hún komin og við tökum bara út þessar línur aftur. Er það komið hana hér og þá getum við lagt út sylluna minnst okkur hingað. Engjum hann aftur á eftir. Hana kannski gráa. Þetta eru svona þær upplýsingar sem við þurfum héðan til að byrja með. Og svo getum við farið í þessa hér mynd, búið til þessa ímynduðu sperru hérna upp í toppinn. Og hún er hérna 35 inn og 50 upp, já. Hún er hérna og hún er aftur 7 og hérna. Þá er komið fyrir partina þessari. Og það var aftur þessi regla með, þetta er nú ekki alveg hérna til enda á mér. Einn þriðja. Getum líka gert þetta bara 2,3 og svona hæðin eins og hinni syllunni 5,5 hingað og 5. Þarna er hún komin. Svo tek ég klapparinnar.
Þá er komið með svona þversnið hérna á sperrunni en vantar lengdina. Það er kannski næsta. Hér erum við með þessa syllu. Hérna og þá mætist hún eins og hér. Svona. Við það vantar hérna fótinn á þessari. Hann er afleiddur af breiddinni hér. Og sem sagt hér og svo 90 gráður á þetta. Þannig hérna er fóturinn. Við erum að nota þetta eftir. Nú erum við komið með þessa sperru hér. Það setur litir í komið með lengdina á henni. Þessi punktar hérna ákvarða lengdina á henni, svona hluta til. En við getum fært það hérna yfir og þessi já. Það sem að flækir málið er þessi hérna fló sem leynist hér undir. Ég er búinn að teikna hana hér og sjáum við hvernig hún smellir hérna utan á sperruna. Og við erum í rauninni komið með þær upplýsingar hérna. Það er bara að færa þær hérna milli teikninga. Og þetta svona til að býta við, það er þessi. Og hérna. Og vantar þessa hérna hornsperru inn á þessa mynd, allavega línur þar úr og þær koma héðan. Þannig að getum sko sótt hérna yfir og tóknið er hér. Þannig hérna. Og þá getum við afrita þessa. Ég get alveg þetta er svona bara samsíða þessu. Smelli hér. Þetta eru svona hjálparlínur í rauninni. Og svo héðan og hvað. Þetta eru þá þessi lína og þessi sem birtast hérna sem breiddin. Og til þess að geta nýtt þær þá þurfum við skurðinn, ímyndaðan skurð hér. Þetta er þessi hér. Það er mann yfir. Þannig að það er þessi lína og svo er þessi hérna og það er þá yfir í hér.
ef að þessi, ímyndum okkur að hún gangi hérna í gegn og svo kemur hitt að sjálfu sér hættir. Þannig að við komum með þetta hér, þessi skurður, og við ætlum að sækja lengdina hingað. Þannig að það er við þetta ná saman hérna með hérðan og í þessa hér. Svo erum við með hérðan og í þessa. Þannig að rykjum okkur hérna niður með þessi hér, já, og upp í þessa hér. Þarna er hún komin og það vantar okkur hérna. Við erum ekki hérna út fyrir af því að það er bara þessi sperra, þessi brykkar ekkert við þetta og þannig klofið komið, sem sagt, klóin. Aðeins til að skýra hvernig við færum þetta svo yfir á spýtuna, þá getum við hafið þetta inn til hliðar og getum kalla bara fram hérna viktina. Þetta var 3,2. Svona, við erum komin að þessum skáum og annars getum við tekið hérðan og það getum við okkur. Það koma. Þá erum komin. Af teikningunni er hægt að draga upp þessa punkta og teikna hana svona út á stykkið. Ef við ætlum svo í hina áttina að búa til stúfsperruna, þá þurfum við að vita staðsetninguna hérna á stúfsperrunni og það getið þið bara mælt það sem við vorum búin að mæla. Það er þetta bil mínus sperran og deilt í 2, 14,93. Þannig hér og hérna 3,2 hérna hana bara bláa og hún er nú mun einfaldari, þar er hún er ekki kló á henni, þannig að þá fáum við bara þessa línu hér og þessa hér. Það færðist eitthvað.
Þarna, og þá er hún í rauninni komin hérna. Við prófum að setja hana á í fimmtina líka. Þá er þetta 3,2 og skáin verður hérna á milli hérna. Og þetta er þessi bláa, já. Lítur hún svona út. Talsvert einfaldari og minni teikning. Ég vona að þetta skýri málin aðeins.